Strákar, þið eru að fara að keppa í Ólympíuleikum. Svolítið öðruvísi heldur en sem venjulegu Ólympíuleikum sem við þekkjum. Getið þið sagt mér, hvað þið að fara að gera? Við erum að fara að keppa í Ólympíuleikunum í eðlisfræði, sem ég og Kári, og Jóhann að fara að keppa í stærðfræði. Okay. Og hvenær þessi keppni? Þetta miðjan júlí. Og... Já, keppnin í eðlisfræði frá 5. til 12. júlí. Já. Og ég veit ekki með stærðfræði keppnina. Og við förum til framandi landa. Já, hvert? Ég að fara til Chiang Mai í Tælandi. Og við erum að fara til Mumbai í Indlandi. Ok. Og þú hefur farið áður og svona leikað, ekki? Jú, ég fór í fyrra til Suður-Afríku, til Höfðaborgar, sem var mjög skemmtilegt. Og bara fór hana fyrst til Asíu og Afríku og sem var bara mjög skemmtilegt. Og hvernig stendur það? Hvernig maður valinn til að fara á svona ólympíuleika? Það byrjaði í svona undankeppnum í skólanum sjálfum, þar sem allir nemendur geta bara tekið svona próf og þeir bestu í þessu prófi eru svo valdir til að fara í lokakeppnina sem fyrir sunnan. Og þar svo valið þessu bestu í lokakeppninni fara í liðið sem fer svo á Ólympíuleikana. Og eru margir í svona keppni? Þetta frá mörgum þjóðum? Já, það alveg hellingur af þjóðum í keppninum. Það þessar þjóðir, Tæland, Indland og Kazakstan sem dálítið framdi hafa verið frekar virkir í að halda Ólympíuleikana svona til að koma sér meira inn á heimsviðið í menntun. Já, það alveg 120-130 lönd, flest lönd Evrópu og vísu ekki mörg lönd frá Afríku, en jú, þetta mikill metnaður í mörgum löndum, þú veist, Kína til dæmis það bara, ef maður fær gullverðlaun, ef maður stendur sig mjög vel og ef menn fá ekki gull í Kína þá hlegið þær. Já, ok. Og hvað þið að fara að gera þarna úti? Eðlisfræðileikarnir keppnin tvískipt og fyrst verklegi hluti sem það sem við erum að gera svona tilraunir eða einhverja mælingar og vinna svo með þær til að eins og sannfara, staðfesta einhverjar reglur eða kenningar eða svona. Og svo fræðilegt próf, þar sem bara að reikna svona dæmi úr eðlisfræði. En í stærðfræðinni? Þetta eru bara eins konar þrautir og ég held að kannist margir við svona þrautir úr stærðfræðinni. En þannig ertu við með krakka sem að geta gert slíkar þrautir á litlum tíma. Þannig að þessar þrautir eru mjög þungar og maður þarf oft að hugsa mjög lengi til þess að leysa þetta. Já. Nú eru að fara, eins og ég sagði, til svolítið framandi landa. Fáið þið ekki eitthvað að skoða ykkur þarna líka? Jú, það eru skoðunarferðir. Ég veit að Jói fór í nokkra skoðunarferðir þegar hann fór í stærðfræði Ólympíuleikana. Það líka frá bróður mínum, Tryggva, sem fór svo á eðlisfræði Ólympíuleikana í fyrra, sem var það í Kazakstan, að það var mjög mikið af svona skoðunarferðum og þannig að mesti tíminn utan keppni fór í einhverja svona ferðir að skoða sig og fá að kynnast aðeins landinu. Já, í fyrra fórum við til dæmis til Table Mountain og fórum að Mörgæsir í Suður-Afríku, mjög skemmtilegt. Líka á Robben Island, þar sem Nelson Mandela var í fangelsi. Og þetta mjög skrítið að fara til svona margra landa og ég var að reikna út að vegna stærðfræði hefði ég farið til fleiri landa heldur en á mínum eigin vegum sem kannski, ég veit ekki, kannski, hvort það segir meira mig eða, ég veit ekki. Borgar sem voru góður í stærðfræði. Já. Já. Og þið eru að fara bara núna eftir nokkra vikur. Hvernig undirbýr maður sig fyrir Ólympíuleika í svona? Í eðlisfræði náttúrulega eru sérstakar æfingabúðir. Það pláss í einni byggingunni í Háskólanum á Íslandi þar sem að
við erum að leysa þessar þrautir og gera verkefni og þannig undir leiðsögn þeirra sem að vita þetta. Já, og líka með Starfan að þessi dæmi eru mjög svipuð að formi sko, og það er raun því meiri tíma sem þú setur í að leysa svona dæmi að því betri verður í því. Þetta er ekki, menn fæðast ekki svona góðir stærðfræði. Þetta er, ef þú ætlar að vera mjög góður þá þarftu að leggja miklu vinnu í þetta.